Náttúruhamfaratrygging gæti þurft að greiða tugi milljarða króna vegna tjóns í Grindavík. Fyrrverandi fjármálaráðherra segir að ríkissjóður taki mesta höggið ef illa fer. Ríkisstjórnarflokkarnir í Japan fengu harða útreið í þingkosningum í dag. Þeir tapa líklega meirihluta í efri deild þingsins og verða þá í minnihluta í báðum deildum. Gasmengun og gosmóða liggur enn yfir stórum hluta landsins. Mengunin er mikil en ekki talin hættuleg. Sérfræðingur segir þó vissara að ung börn sofi inni. Árleg sumarmessa var í Klippstaðakirkju í Loðmundarfirði í dag, eins og undanfarin 130 ár. Prófasturinn segir að ekkert í heiminum bragðist betur en messukaffið í Loðmundarfirði. Og hin árlega götubitahátíð var haldin í 7. sinn í Hljómskálagarðinum í Reykjavík helgina. Metaðsókn var á hátíðinni í ár og mexíkóskur götubiti var valinn sá besti. Komið sæl. Fasteignir í Grindavík hafa verið án endurtryggingasamninga frá áramótum. Slíkir samningar eru gerðir vegna stórtjóna til að dreifa áhættu af fjárhagstjóni tryggingafélaga á fleiri félög. Ekki náðust samningar við erlend tryggingafélög framlengingu. Meðan eldvirkni er enn nærri Grindavík er ekki hægt að fá endurtryggingasamninga fyrir fasteignir í bænum. Verðmæti vátryggðra eigna eru 153 milljarðar króna. Fasteignafélagið Þórkatla hefur keypt vel yfir 900 eignir, meira en 90% fasteigna í bænum, fyrir rúmlega 72 milljarða. Hlutverk endurtryggingasamninga er að draga úr áhættu Náttúruhamfaratryggingar Íslands vegna stórra tjónsatburða. Þeir eru endurnýjaðir í lok hvers árs. Í síðustu samningum voru fasteignir í Grindavíkurbæ hins vegar teknar út úr jöfnunni. Sigurður Kári Kristjánsson, stjórnarformaður Náttúruhamfaratryggingar, segir að ákvörðunin að undanskilja fasteignir í Grindavík frá endurtryggingasamningum hafi verið niðurstaða samningaviðræðna við þau 25 erlendu endurtryggingafyrirtæki sem eigi aðild að slíkum samningum hjá stofnuninni. Hann segir iðgjöld vegna endurtrygginga hafa hækkað mikið á síðustu misserum. Náttúruhamfaratrygging hefur þegar greitt út rúmlega 8 milljarða vegna tjóns í Grindavík og segir Sigurður að sú tala muni að öllum líkindum hækka. Benedikt Jóhannesson sem er stærðfræðingur og fyrrverandi fjármálaráðherra segir ekki koma óvart að samningarnir hafi ekki verið endurnýjaðir. Áhættan sé of mikil. Þetta er 12. eldgosi á þessu svæði og þeir segja, við getum bara ekki tryggt svæði þar sem að gæti gosið á morgun. Geti þetta þýtt að iðgjöld hækki eða hvernig metur það? Já, það er nú þannig að alltaf þegar að gerist eitthvað svona, þegar að áhætta eykst, að þá fylgja iðgjöldin í kjölfarið. Benedikt segir að höggið fyrir ríkissjóð geti orðið mikið ef illa fer. Því ríkið er búið að baktryggja þetta má segja með því bara með því að kaupa eignar. Það er náttúrulega ríkið sjálft sem er þá í mikilli hættu ef allt fær á versta veg, sem er hugsanlegt en auðvitað vonar maður að verða ekki. Og meira af þessu því gasmengun og gosmóða liggur enn yfir stórum hluta landsins. Mengunin er mikil en ekki talin hættuleg. Hún er mest yfir suðvesturhluta landsins þar sem þykk slæða liggur yfir öllu sem er sambland af gosmóðu og þoku. Áfram er búist við hæglátu veðri og því má gera ráð fyrir töluverðri mengun í það minnsta á morgun. Því enn gís á Sundhnúksgígaröðina á Reykjanesskaga þó dregið hafi töluvert úr gosinu. Mengunin skiptist í tvennt, gasmengun og gosmóðu, en hún getur borist langar leiðir frá eldstöðinni og leið yfir byggð í lengri tíma. Þetta er meira ertandi heldur en gasið, en rétt að hafa í huga, þetta er ekkert eiturgas. Það er enginn að fara þetta niður dauður á nokkrum andardráttum og venjulegt hraust fólk kannski finnur fyrir litlu. Ég myndi kannski ekki ráðleggja fólki að fara út að hlaupa eða upp á Esjuna, en hraust fólk getur farið í léttgarðverk eða göngutúra. Bara þetta er stekið. Við ráðleggjum sérstaklega ekki að senda ung börn svo út í vagn í þessu veðri. Þátt í heim, ríkisstjórn Japans misti líklega meirihluta sinn í efri deild þingsins í þingkosningum í dag. Frjálslyndi lýðræðisflokkurinn og Komeito mistu meirihluta sinn í neðri deild þingsins í október. Frjálslyndi lýðræðisflokkurinn hefur verið meira og minna við völd í Japan síðustu 70 ár og á því tímabili hefur það aldrei gerst
að ríkisstjórn hans missi meirihluta í báðum þingdeildum. Ýmis mál hvíla á japönskum kjósendum, svo sem hár framfærslukostnaður, umbætur á velferðarkerfi landsins, fólksfækkun og innflytjendamál. 外国人問題を争点に挙げている政党はまだ排除します。選ばないですね。はい。僕はそのルールを守って日本に来ていただいている外国人はどんどん受け入れるべきだと思うし、少子化なのでやっぱり日本の社会を支えてくれる外国人は受け入れていった方がいいかなと。重要視している政策としては、もちろん経済とかもそうなんですけれども、もっと安全保障のことを語ってくれる政党がもっといたらよかったなと思います。身近なことだけではなくて、この子どもの世代であったりとか、もっと将来世代に対して国家の安全保障はすごく大事な問題になってきますし、貿易にも関与してくるので、もう少し話をしてくれる候補者がいてもよかったなと思います、政党と。Tollahækkanir Donalds Trumps Bandaríkjaforseta vofa einnig yfir í Japan. Hann hefur boðað 25% toll á innflutning þaðan frá 1. ágúst. Fulltrúi japanskra stjórnvalda hefur farið 7 sinnum til Washington á þessu ári til að greiða úr en án árangurs. Útflutningur bíla til Bandaríkjana mikilvægur fyrir efnahag Japans. Kristín Ingvarsdóttir, dósent í japönsku fræði við Háskóla Íslands, velkomin. Það er ennþá verið að telja atkvæði Japan, en samkvæmt fyrstu tölum þá bendir allt til þess að stjórnarmeirihlutin sé að missa meirihlutann í báðum þingdeildum. Hvers vegna og hvað þýðir það? Já, það hafa verið 2 stór kosningamál sem hafa verið mjög áberandi í umræðinni. Það eru annars vegar verðbólga og hins vegar útlendingamálin. Og þetta í rauninni verðbólgan undanfarið, hún hefur verið svona á bilinu eða svona og yfir 3% í Japan. Okkur Íslendingum myndi kannski ekki blöskra, en þetta hærra heldur en Japanir eiga að venjast, og hækkunin hefur komið mjög mikið fram á matvöru og á orkureikningi fólks, þannig að kjósendur finna þetta bara mjög Þetta kemur beint við fólk. Beint við fólk, nákvæmlega. Og hitt málið að útlendingum hefur fjölgað mjög ört í Japan. Þeir eru núna cirka 34% af íbúum landsins. Aftur, þetta kannski ekki mjög háar tölur, en þróunin hefur verið ör, og á sama tíma þá er algjör sprenging í fjölda ferðamanna til Japans. Þannig að útlendingar eru bara svo miklu meira áberandi í samfélaginu heldur aftur að Japanir eru vanir. Til viðbótar við þetta þá sjáum við þessi undirliggjandi vandamál sem þú nefndir áðan. Það stöðnun í efnahagsmálum. Við sjáum líka að stjórnarflokkunum þeim hefur tekist illa að tækla þessi stóru vandamál eins og fólksfækkun og jafnrétti kynjanna. Þannig að þetta líka langvarandi óánægja sem að koma í ljós núna. En forsætisráðherra landsins, hann hefur sagst ætla að sitja áfram, en ef hann og hans flokkur eru í minnihluta í báðum þingdeildum, getur það virka? Ég myndi ekki vilja vera Ishiba forsætisráðherra núna. Þetta hefur verið mikill og erfiður róður hjá honum alveg frá upphafi. Hann tekur við í október í fyrra. Og staðan strax veikin af flokksins, hann á sér marga keppinauta, fáa stuðningsmenn, svo fer hann í gegnum fyrstu kosningarnar, þær koma hörmulega út, og svo sjáum við niðurstöðuna núna sem bara eru aftur mikill áfellisdómur við hans stjórn. Þannig að þetta lítur ekki vel út. Á móti svo höfum við líka séð stjórnarandstöðuflokkana sýna lítinn vilja til samstarfs. Þannig að þetta verður mjög spennandi að fylgjast með næstu daga. Það verður það. Við fylgjumst með Kristín Ingvarsdóttir, dósent í japönsku fræðum. Þakka kærlega fyrir komuna. Við ætlum að fara í annað því eldur kviknaði á efstu hæð hús við Tryggvagötu í miðborg Reykjavíkur snemma í morgun. Eldurinn var töluverður þegar slökkviliðsmenn komu af vettvang, en þeim tókst að slökkva og bjarga manni úr íbúð á efstu hæð hússins. Hann var óslasaður en var fluttur á slysadeild vegna hugsanlegrar reykveitrunar. Íbúðin ónýt og vatnstjón varð í öðrum íbúðum hússins. Húsráðandi bjó þar einn með 6 köttum, en aðeins 2 þeirra höfðu fundist núna undir kvöld. En nágrannar og sjálfboðaliðar á vegum Dýrfinnu hafa leitaðir í miðborginni núna fram á kvöld. Þetta barnlaus maður og þetta eru börnin hans, og það vita allir sem þekkja þennan mann að þetta eru börnin hans, og hann búinn að missa allt. Og það vitað af allavega
5 kísum sem hafa komist út, 2 eru komnar í öruggt skjól og aðrar 3 ennþá týndar. Hafið ekki séð þær? Við erum búin að sjá eina og fá vitneskju 2 aðrar. Og við erum bara hérna með fellibúr, með augun á honum að reyna sannfærinum að koma til okkar. Eru þið mörg að leita? Við erum ábyggilega 20 kattavinir og svo eru nágrannar komnir í þetta líka. Yndislegi nágrannar hérna. Þá ætla ég ekki tefja það lengur og leyfa að halda fram að leita. Herjá, takk fyrir það. Aftur út í heim, því ríki heims eru farin að finna vel fyrir niðurskurði Bandaríkjastjórnar á þróunaraðstoð. Meðal afleiðinga eru skortur á matvælum og getnaðarvörnum. Alþjóðar þróunarstofnun Bandaríkjanna, eða USAID, var stofnuð 1961 og hlutverk hennar er að sinna mannúðaraðstoð fyrir hönd bandarískra stjórnvalda. Í mars tilkynnti Marco Rubio utanríkisráðherra að 83% verkefna í USAID yrði slaufað. En hver eru áhrifin? Tökum nokkur dæmi, öll frá ríkjum í Afríku. 4 milljónir hafa flúið borgarastyrjöldina í Súdan, 20.000 hafa verið drepin, þar af 3.000 börn og það ríkir ein mesta hungursneið í heiminum. Í fyrra komu 44% neyðaraðstoðar frá Bandaríkjunum og þar er skarðið sem þarf að fylla stórt. Without further contributions, assistance for Sudanese refugees will completely cease in the coming months. Líbería og Bandaríkin eiga nánara samband en marga grunar. Fjármunir frá Bandaríkjunum fóru að stórum hluta í heilbrigðismál og þar er farið að bera á skorti, til dæmis á getnaðarvörnum. So we don't have like the Jadiel, that is the implant, the Deadpod, the cyanide breast, the Macrocana, and the Macrolu, including male condoms. We know the government has United States has its own right to make the decision, but at the same time, under our diplomacy and multilateralism, it's sometimes good to look and have some conversation. Í norðurhluta Kenía dvelja 300.000 sem hafa flúið frá nágrannalöndunum og þar er matur af skornum skammti. Ef framheldur sem horfir óttast matvælaaðstoð Sameinuðu þjóðanna að maturinn klárist í þessum mánuði. For the first time ever, in the month of June, WP was only able to cover 30% of the food requirements for the refugees. Í Suður Afríku er verið að þróa bóluefni við HIV. Vinnan er langt komin en skortur á fjármagni leggur stein í götu vísindamanna. If the fund is available, the grant is there, then they're able to pay for my salary. And with my salary, I also help at home. It's also pay for some of my studies and all of that stuff. Imagine losing almost R1 billion in 1 month and having to cut back everything and having to scale back all our plans to develop vaccines in the next 2 or 3 years. Að auki segja gagnrýnendur að þetta dragi úr getu Bandaríkjanna til að sporna við ógnum erlendis frá. Sökum þess að samband við erlend ríki versnar sem getur gert það að verkum að áhrif Bandaríkjastjórnar minnka. Og enn út í heimi en þó nær okkur því danskir háskólar vísa í auknum mæli frá umsóknum rannsóknir erlendra fræðimanna vegna ótta njósnir. Að mati almannavarna þar erlendi stendur dönskum háskólum mikil ógn af njósnum og netárásum. Það sem af þessu ári hefur háskólinn í Árósum í Danmörku hafnað 24 beiðnum frá erlendum fræðimönnum sem óska eftir að koma í skólan til rannsókna. De vil afvise med udgangspunkt i, at de vil få adgang til information, som vil sætte dem i en risiko for at blive sat under pres for at udlevere den information til en anden magt. Njósnir og hugverkaþjófnað óttast háskólarnir í Danmörku mest. Sá ótti byggir meðal annars á mati almannavarna þar í landi að dönskum háskólum standi einmitt mikil ógn af njósnum og netárásum. Mestur varin hafður á umsóknum fra Russlandi, Iran og Kína. Det synes jeg naturligvis er super trist, fordi vi skal have de bedste mennesker til at komme ind og arbejde for os, og det er også derfor, vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for ikke at overimplementere. Men der er ingen tvivl om, at vi siger nej til nogle mennesker, som formodentlig sagtens ville kunne have haft en ansættelse på Aarhus Universitet, uden der var gået noget som helst galt i det, men hvor vi har vurderet risikoerne for høj. Auk þess að hafna fleiri umsóknum en áður umsóknarferlið sömuleiðis orðið strangara. Altså avanceret teknologi kan anvendes af rigtig mange magter. Og det gør bare, at interessen er større, intensiteten er større, konkurrencen er større, og dermed er truslen også større.
Það var húsfyllir í dag í árlegri sumarmessu í Klippstaðakirkju í Loðmundarfirði. Fjörðurinn fór í eyði fyrir 50 árum en þangað töluverður akstur frá Borgarfirði eystra og vegurinn aðeins fær fjórhjóladrifnum bílum. En þrátt fyrir að fjörðurinn sé afskekktur þá hefur verið messað í kirkjunni á hverju ári síðan hún var byggð, eða árið 1895. Hún var friðuð 1990 en ferðafélag Fljótsdalshéraðs tók kirkjuna undir sinn verndarvæng árið 2010 og í skála félagsins messukaffið sem, eins og öll önnur ár, vakti mikla lukku í ár. Já, ég reyni alltaf að komast í messu á hverju ári. Já, þetta kirkjan sem ég var skírður í. Finnst ég eiga rætur hér, kirkjunni og hér í firðinum. Og það hafi ekki verið hér búseta í áratugi, þá stendur kirkjan hérna og svona vitnisburður og minnir á það líf og það samfélag sem var hér á öldum áður. Og það eiga alltaf alveg rosalega margir ættir að rekja hingað til Loðmundarfjarðar þó enginn hafi búið hérna í rúm 50 ár og það hérna mikil stemming fyrir messunni og hérna oftar en ekki sem að einhverjir kirkjugestir þurfa að standa úti. Og það sem að kannski trekkir líka vel að hérna margrómað messukaffi sem í skála ferðafélagsins hérna. Strax eftir messuna þá eru sko alveg frábærar konur sem hafa staðið vaktina ár eftir ár og sjá kaffið og hafa bakað vikurnar áður og hérna hella upp á gamla mátan og það alveg ekkert í heiminum bragðast jafn vel og messukaffið í hérna Loðmundarfirði. Það var ekki bara hátíðlegt í Loðmundarfirði því það ríkti sömuleiðis einstök stemning í fjörunni við Gásir í Eyjafirði helgina. Á miðaldadögum reynt að endurskapa hið litríka mannlíf sem blómstraði á 13. og 14. öld. En þá voru Gásir mesta umskipunarhöfn landsins og heilt þorp reist þar á hverju sumri. Gestir fá að upplifa fortíðina og kynnast handverki og verslun miðalda. 30 sjálfboðaliðar brugðu sér í hlutverk Gásverja helgina, dönsuðu og settu upp stutta leikþætti. Vígamenn sáust ganga og efna til illinda á meðan börnin æfðu skylmingar og allir skemmtu sér vel. Og þá til Reykjavíkur því tugir þúsunda komu saman í Hljómskálagarðinum í höfuðborginum helgina til að gæða sér á götubita. Met aðsókn var í ár og skipuleggjendur höfðu ekki undan við að fjölga borðum fyrir svanga gesti. Götubitahátíðin haldin hér í Hljómskálagarðinum í Reykjavík í 7. sinn og það óhætt að segja að hér sé fjölmenni saman komið. Hvað eru þið að fá okkur? Ég að fá mér svona sliders af Brixton, alveg virkilega góður. Þessi hérna eru með pulled pork og svo þessi með brisket og þetta ekkert eðlilega gott. Ég búin að smakka Doritos, pizza og taco. Hvað varst þið best? Pizzan. Mjög gaman. Og ég hefði samt reyndurlega komið í gær þegar það var slírra en ég já, gaman. Skemmtilegt að smakka og margt að smakka. Bara rosalega vel, eiginlega vonum framar. Við vorum undirbúnir fyrir einhverja smá aukningu frá því fyrra sem við gerum alltaf á hverju ári að við segjum þetta held ég alltaf, metþátttaka og metviðtökur og það heldur betur held ég tvöfaldaðist núna í ár. Hátíðin hefur vaxið ört og þegar mest lét helgina voru 50 til 60.000 gestir. Ég búinn að borða. Ég fékk mér alveg æðislega gott, hvað heitir það, gót hjá ungversku vagninum svarta. Ég að fara að fá mér, sýnist einu takóin sem eftir, það eru kjúklingatakó. Keppni besta götubita ársins var hörð og dómnefnd lauk störfum nú síðdegis. Svo fór að Mexican Food Truck stóð uppi sem sigurvegari og keppir á alþjóðlegri götubitahátíð í september.
og þá var bara eitt eftir að smakka. Láta bara vaða. Kíkjum þó að veðrið. Hæglætis veður fyrirpartinn á morgun en síðan norðlæg átt 3 til 8 metrar og fer að rigna. Fyrst suðaustan og austanlands en þurrt allra vestast fram á kvöld. Hiti 10 til 20 stig og svalast austanlands. Skoðum veðrið nánar að loknum íþróttafréttum sem eru þessar helstar. Korpubikarinn í golfi var afhentur í dag. Mótsmet voru slegin í bæði karla og kvennaflokki sem og vallarmet Korpúlstaðavallar. Við hittum körfuboltakonuna Silvíu Rún Hálfdónardóttur sem glímir við áráttu og þráhyggjuröskun. Körfubolti var fyrsta ástin mín og ég var að fara að hætta með ástinu minni. Þannig að ég vissi ekkert hvað ég var að gera. Fótbolti, torfæra og fleira í íþróttum rétt handan við hornið. Rifjum þá upp helstu atriði þessa fréttatíma. Náttúruhamfaratrygging gæti þurft að greiða tugi milljarða króna vegna tjóns í Grindavík. Fyrrverandi fjármálaráðherra segir að ríkissjóður tæki mesta höggið ef illa fer. Ríkisstjórnarflokkarnir í Japan fengu harða útreiði í þingkosningum í dag. Þeir töpuðu meirihluta í efri deild þingsins og eru í minnihluta í báðum deildum. Gasmengun og gosmóða liggur enn yfir stórum hluta landsins. Mengunin er mikil en ekki talin hættuleg. Sérfræðingur segir þó vissara að ung börn sofi inni. Árleg sumarmessa var í Klippstaðakirkju í Loðmundarfirði í dag eins og undanfarin 130 ár. Prófasturinn segir að ekkert í heiminum bragðist betur en messukaffið í Loðmundarfirði. Og hinn árlega götubeitahátíð var haldin í 7. sinn í Hljómskálagarðinum í Reykjavík helgina. Metaðsókn var á hátíðinni í ár og mexíkóskur götubiti var valinn sá besti. Það var þessum fréttatíma ljúka. Fréttir verða næstleðstan í útvarpi klukkan 10 og síðan má nálgast fréttir allan sólarhringinn á rúv.is. Við kveðjum ykkur að þessu sinni frá Þingvöllum því þangað fór Guðmundur Bergkvist tökumaður fyrir nokkrum og tók þessar fallegu myndir. Takk kærlega fyrir samfylgdina helgina. Verið þið sæl.